Það nóg til, yfirskrift 1. maí að þessu sinni. Þannig minnum við á að samfélagi okkar hefur alla burði til að deila gæðunum þannig að enginn þurfi að líða skort. Þegar harðnar á dalnum innan heimilis viðbrögðin ekki þannig að heimilisfaðirinn fái meira að borða en aðrir minna. Nei, því sem heitir skiptana deilt með sanngjörnum hætti milli heimilisfólksins. Þegar gestir bera garði, þá gefið það sem hægt af gestrisni og gjafmildi, gjarnan með orðunum það nóg til. Í okkar ríka samfélagi með gjöfulum fiskimiðum, orkunni sem streymir úr iðrum jarðar og eftirsóknarverðri náttúru á enginn að líða skort. Þær raddir heyrast frá viðsemjendum og jafnvel stjórnvöldum að laun á Íslandi séu of há. Útflutningsgreinarnar eiga ráða hvað sé til skiptana og meiri aga þurfi á vinnumarkaðinn. Í orðunum liggur skilningsleysi gagnvart stöðu þorra launafólks. Að við séum ekki bara almennt sátt við okkar. Gott og vel. Förum yfir nokkur þau atriði sem þarf að bæta úr til að svokölluð sátt megi nást. Í fyrsta lagi þurfum við öll að njóta auðlindan okkar. Þær eiga ekki að ganga kaupum og sölum eða vera seldar að hrakvirði í samningum við orkufrek stórfyrirtæki sem koma sér hjá skattgreiðslum hér á landi. Það verður engin sátt á meðan risarnir í sjávarútveginum hafa 42 milljarða í hagnað en greiða einungis 4,8 milljarða í afnot af auðlindinni. Það verður heldur engin sátt á meðan þeir ríkustu komast hjá því að greiða í sameiginlega sjóði, hvort sem með skattaundanskotum, skattaívilnunum eða aflandsfélögum. Það verður ekki til að auka á sáttina að veikja eftirlitsstofnanir og auðvelda þannig svik gagnvart almenningi. Skattana og auðlindagjöldin á að nota til að styrkja velferðarkerfið og koma því þannig fyrir að fólk þurfi ekki að velta fyrir sér hvort það hafi efni á að viðhalda heilsu sinni. Við getum öll notið menntunar og þess að kerfi grípi í raun og veru þau sem detta út af vinnumarkaði. Örorka eða aldur verði ekki ávísun á fátækt. Eitt stærsta viðfangsefni samtímans húsnæðismál og þarf stór átak til að bæta úr þeim. Skortur á góðu húsnæði á viðráðanlegu verði leiðir af sér að ungt fólk getur ekki komið sér upp þaki yfir höfuðið. Búseta í óviðunandi húsnæði enn staðreynd og hefur nú þegar haft skelfilegar afleiðingar. Það getur engin stjórnmálaflokkur skila auðu í húsnæðismálum en verkalýðshreyfingin mun ekki liggja á liði sínu frekari fyrir daginn. Við krefjumst þess að félagsleg hugsun verði í uppbyggingu húsnæðis því hinn frjálsi markaður mun aldrei geta mætt kröfum gott húsnæði fyrir okkur öll. Í umræðu kaup og kjör látið að því liggja að uppbygging launa í íslensku samfélagi sé meitluð í stein, að það sé einhver sátt hvaða störf séu verðmætust, til að mynda að margfaldar greiðslur gangi til þeirra sem sýsla með peninga, á meðan þau sem annast fólk talin verðskulda minnst. Við búum hins vegar enn við skipulagt vanmat á vinnuframlagi kvenna. Sum menntun metin til launa en önnur ekki, og ný stéttskipting hefur litið dagsins ljós í vanmæti á vinnuframlagi og menntun fólks af erlendum uppruna. Atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsúrræði hafa aldrei verið jafn þýðingarmikil og síðasta árið og sýnt okkur hvað öryggiskerfin gríðarlega mikilvæg, en líka hvað þau geta dugað skammt. Það algjört metnaðarleysi að gera ráð fyrir áframhaldandi atvinnuleysi og tími til að gera stór átak í atvinnusköpun og standa við stóru orðin opinberar fjárfestingar. Þær fjárfestingar eiga ekki bara verið í byggingum og steypu, heldur ekki síður í fólki, þjónustu og hugmyndum. Nú ómar söngurinn ofalið launafólk og greinlegt að sérhagsmunaöflin ætla að kenna launum fólks allt sem miður fer, í heimsfaraldri og djúpri kreppu. Þá gott að spyrja, hverjir í raun ofaldir í íslensku samfélagi? Svarið meðal annars að finna í skattskrá ríkisskattstjóra, í greiningum Hagstofunnar
og í sumum tilvikum á aflandseyjum. Það undarlega ástand sem við búum við nú í meira en ár hefur afhjúpað bæði styrkleika og veikleika í okkar samfélagi. Lengst af hefur okkur tekist að sóttverja okkur án mikilla valdboða. Við höfum verið sammála að standa saman og hugsa heildina. Við gerum öll okkar til að tryggja heilsu allra. Við höfum leitað í samtrygginguna, enda hún besta vörnin. Samtryggingakerfin okkar hafa líka verið hornsteinn baráttunnar, hvort sem ræðir atvinnuleysistryggingar, heilbrigðiskerfið eða menntakerfið. Það er augljóst af þeim löndum þar sem einstaklingshyggjan ræður öllu, hefur veiran náð betri fótfestu. Svarið til framtíðar hlýtur því að vera aukin samtrygging, hvort sem í veiruvörnum eða öðrum. Það er nóg til. Ég óska ykkur öllum til hamingju með 1. maí og áframhaldandi baráttugleði.